Já, góða kvöldið og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég nú vön að vera hinum megin við takkana. Ég tæknikona á samstöðinni. En í kvöld þá vildi ég krafðist þess að vera megin við takkana til þess að taka viðtal við hana Rósu Guðmundsdóttur sem er búsett í Bandaríkjunum í LA. Og mig langaði aðeins að heyra í henni bara, já, varðandi bæði eldana sem voru núna nýlega í borginni og líka bara ástandið því að það náttúrulega hefur alls konar verið að gerast í Bandaríkjunum að undanförnu. En ég kannski bara býði velkomna að Rauðaborðinu, Rósa, þó þú sést svolítið langt frá því. Ég þakka bara innilega fyrir, það gaman að vera hjá þér, Laufey mín, ég elskaði mjög mikið, hef alltaf gert síðan ég kynntist þér og börnið þín og mömmu þína og þannig að við erum bara, ég vil endilega tjá mig varðandi það og gott að vera hér í Rauðaborði eða hjá Rauðaborði. Já, gerðu bara velkomin. Hvað getur þú sagt mér nú eru þessi skógareldar og ég náttúrulega bara sá þegar að þú mertir þig örugga í þegar þessir eldar hófust. Getur þú sagt mér aðeins svona hvað var í gangi? Sko, Laufey, þetta var já, það er kannski asnalegt að segja hinn fullkomni stormur, sko, en þetta er búið að vera samblanda af alveg hrikalegum vindum sem eru mjög óvanalegir á þessum tíma árs í Los Angeles, svona snemma í janúar og svo mikið þurrlendi, það er ekki búið að vera svona þurrt það er mikið gróðlendi í Los Angeles, alveg fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir stærð landsvæðisins sem að gróðlendið er út alla LA og svo inn í LA margir garðar og svo Hollywood-hæðirnar sem að teyjast alveg upp eftir ströndinni, alveg út í Ventura og svo Santa Barbara og svo framvegis. Og rosaleg landsvæði af gróðlendi og líka upp inn í landið. Og skal ég segja þennan morgun, 7. sem að þessir eldar hófust, þá var svo mikið þurrlendi vegna þess að þetta er þurrasti vetur, já, eins mikið og vetur, kannski ekki með Íslendinga, það er ekki vetur, en vetratími í Los Angeles, það er ekki búið að vera svona þurrt síðan 1964 og þó að ég sé sjálf að furða mig yfir hvernig kveikjast svona eldar, bara nóg að það sé rosaleg vindkvið og mikill vindur að þá kviknar einhverja glóðir og svo slíkt og svo fór ég aðeins að fræða mig það og þá kemur í ljós að það eru ennþá línur og það er búið að lögsækja þessi fyrirtæki sem eru með þessar símalínur og rafmagnslínur yfir gróðlendi og það er búið að bæta mikið fyrir í því en öllum ætti að furða í svona auðugu fylki eins og Kalifornía þetta er 5. ríkasti staður held ég í heiminum og að það sé ekki meira búið að leggja út í að gera þetta öruggara þannig að það sé ekki þessi glóðahætta sem að myndast þegar það er vindur. Þetta er náttúrulega svo alveg rosalegu skaði og fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað hversu hratt eldurinn breyttist þennan morgun og svo líka var ég að lesa samantekt á New York Times daginn sem voru 24 tímar inn í eldina frá því að hann byrjaði þennan morgun í Palisades sem er svona cirka 25 mínútur í burtu frá mér sem ég bý ef það er lítil eða ekki mikil umferð að það tók 20 mínútur fyrir slökkvilið að koma á staðinn þegar eldurinn var lítill. Þarna þegar hann var að myndast, það var hringt á slökkvilið, en það tók þá 20 mínútur að koma þegar eldurinn var ennþá ekki búin að breiðast svona mikið og áður en að vindurinn skalla á svona rosalega. Þannig að það mér verkjaði í hjartað. Ég táraðist að lesa yfir þetta allt saman vegna þess að Jú, það er alveg hægt að kenna mörgu líka en svo líka verið að segja
að það hefði ekki verið hægt að slökkva þetta það er ekkit kerfi sem að hefði getað undirbúið sig fyrir sko hversu hratt eldurinn breyttist og líka hvað það var þurrt og þessi vindhætta og svo náttúrulega auðvita. Lokapunktur sem ég ætla að segja er að þeir gátu ekki sent flugvélarnar í loftið þessa nótt. Þannig að fólk þurfti að horfa upp á eldin, bara éta upp heimilinn og náttúrulega 2 eldar komnir í gang á þeim tíma sko þegar kvöldi skall á og en það var margt sem að ég var að lesa í sambandi við hvernig var brugðist við og hvað þurfti að gerast áður en að í rauninni var hægt að tækla eldin. Þannig að þetta er bara rosalega harmikið en ég get sagt þetta Laufey mín að það er lögsóknirinn og þegar byrjaðir eins og þú veist það var Ameríka land lögsókna og lögsóknir eru nú þegar farnar á stað fyrir þá sem að hafa orðið út í þessum veldi vegna þess að ég held að þeir ætli sér að kenna mikið kenna þeim mikið sko bænum og undirbúningnum og svo framvegis að það var ekki hægt að bregðast betur við heldur en það var gert. Kom þetta nokkuð fyrirvaralaust eða bara átti fólk sér einskis eils von eða hvernig var svona í aðdragandanum? Já, þetta er góð spurning Laufey. Reyndar var búið að vara við þessu. Það var kona, það var nefnd sem að ég sá, það var sjónvarpa frá nefnd sirka viku held ég áður en að eldarnir fóru af stað og það var kona sem var í þessa nefnd, man ekki nákvæmlega hvað hann heitir og hvað hann var að gera þarna. Þetta var nefnd, borgarnefnd og held í sambandi við slökkvilið nefnd sem að var að funda og það var sjónvarpa frá því þegar hún var að tala að það væri mjög mikil hætta á að svona einhverjum hamförum í sambandi við eldhættu og líka í sambandi við að það vantaði meiri peninga. Það vantar ekki alltaf peninga í samfélög en í sambandi við þetta maður hefði nú haldið að þessar eldar eru búin að vera viðvarandi í mörg ár núna og vera hrikalegar hamfarir í sambandi við þessa elda í nánd við Los Angeles en ekki svona nálagt og inn í borginni sjálfri eins og í þetta skipti. Fólk að tala sem hefur búið hérna lengi að þeim fannst þetta verra að upplifa þetta heldur en jarðskjálftinn á 1990 og var ekki 1992 held ég. Stór jarðskjálfti sem var og þannig að nú veit ég að ég lifi í mikilli jarðskjálfta og nú eldhættu þó að þetta haldi áfram að vera uppáhaldsborgin minn sem ég elskar svo mikið. Já. Maður hugsar alltaf sko því að nú höfum við fengið mestar fréttir af einmitt svona frægu fólki, þú veist Hollywood fólkinu og svona sem hefur verið að missa húsin sín. Veistu eitthvað svona tjónið sem að kannski við heyrum ekki til dæmis í fátækari hverfum og svona bitnar á fólki sem að má sín aðeins minna og hefur minna plattform? Já, ég kann alveg sagt á því Laufey mín að hitt hverfið. Palisades er svona upp að hverfið sem að er hér til umræðu og það sem að var náttúrulega rosalega mikið eignatjón einfallega vegna þess að húsin eru svo stór og þetta eru svona, risahús, mansions eins og maður segir og mörg, en náttúrulega líka, ég vil ekki gera lítið úr þetta náttúrulega samfélag sem að brann þannig í Palisades, skólarnir, kirkjan, leikhúsið, þannig að þetta ég var mjög tengd Palisades hverfinu og hefur verið mikið í alls konar samfélagsvinnu þar sérstaklega á meðan COVID var að gerast. En nú vil ég tala Altadena sem er hitt hverfi sem að eldurinn átti sér stað sem að kviknaði á sama tíma og Palisades eldurinn byrjuðu. Þetta hverfi, það er sko hjartaræturnar eru þar vegna þess að þetta er í rauninni fyrsta hverfi sem að blökkufólk á sínum tíma var að kaupa sér hús og myndaði þar svona millistétt í rauninni og þetta er rosalega
fólki þykir rosalega vænt það hverfi vegna þess að þar gat fólk verið að kaupa sér eign og finna sér svona staðfestu í lífinu, sérstaklega fólk sem voru innflytjendur og blökkufólk og svo framvegis. Þannig að það rosalega mikil sorg í að þetta alltaf hverfi í rauninni bara farið sko og margt fólk sem átt í rauninni sko aleigan var í fasteigninni og fasteigninni sem eru búin að fara kynslóðan á milli og þannig að það er rosalegu missir þar fyrir fólk og að því að þetta hverfi bara brann í rauninni mest allt bara niður til kaldra kola, svipað eins og Palisades en það fólk á minna til skilur þetta ekki svo ríkt hverfi eins og Palisades en missirinn finnst manni vera svo rosalega miklu meiri þar sko vegna þess að fólk sannlega að missa svo mikið aðleguna þar en eins og ég segi, lögsóknin að fara í gang, það hjálp til staða, það búið að vera rosalegur samhugur í gangi og mér finnst fólk ekki sko í borginni sjálfur finnst mér fólk ekki að vera mismuna á milli hverfana, ég finn ekki mismunun, fólk mikið á komandi staðar og bara til staðar fyrir fólk, það talað fólk sem hefur mist í þessum eldum, ekki bara í Palisades eða bara í Altadena, þetta bara yfir höfuð, fólk sem hefur verið að missa bæði fyrirtækin sín sem búin að vera að reka í 20-30 ár, það var maður í Altadena sem var með bílaviðgerðarverkstæði í 30 ár og það bara farið, þetta mikið fjölskyldu fyrirtæki sem að hafa brunnið niður en náttúrulega við fengum smá skerfa því í gegnum COVID, ekki að það hafi brunnið niður en náttúrulega mörg fyrirtæki þurftu að loka náttúrulega vegna þegar COVID var en svo þetta svona tvöfalt áfall fyrir margt fólk sem á ekki mikið þegar þessir eldar skella á svona stuttu eftir COVID sko þannig að þetta alveg svona double whammy eins og maður segir og en auðvitað sko senst að mér ætla að segja af þessu að auðvitað auðvitað að hugsa til sko já fólk sem á mikið misti húsin sín og það getur bara áalveg fyrir öðru húsi, það getur byggt annars en þetta meira en það auðvitað, það ekki hægt að bara minnka það niður í það fólk var að missa mörg svona, það sem ekki hægt að meta til peninga eins og minningar og ljósmyndir og alls konar svona sem á tilfinningarlegt gildi og náttúrulega líka bara samfélagið sitt sko. Akkurat. Já. Getur aðeins sagt mér lögsóknina? Þetta eins og svona hóplögsókn eða þetta, veistu eitthvað nánar það, hvort að þetta sé? Já, það lögsókn, ég sé nú bara að það verið að auglýsa eftir, þetta svona, ég held að sé mikið af líka svona bara enga lög, hvað kallar það, svona firms, lögmannsskrifstofum sem eru að safna fólki í svona held ég að sé civil, það hvað kallar það, svona lögsóknir fólksins skilurðu til borgarinnar og svo líka held ég að svona enga lögsóknir sko líka en ég held að aðal lögsóknirnar eru sko til borgarinnar bara fyrir að hafa í rauninni ekki verið betur undirbúið að þetta hafi gerst, að þetta þurfti að fara svona langt og bara í rauninni mikið eins og maður kallar svona gross neglect sko hvernig minn maður segja það í íslensku, ég ránd alltaf málhöld, ég skammast mér svolítið, ég elska íslensku svona við þurfum bara að heyrast oftar sko já, við þurfum að heyrast oftar svona gross neglect vanræksla svona alveg vanræksla að lögsækja fyrir vanrækslu í rauninni alveg svona vanrækslu á hæsta stigi sko til borgarinnar já, þú kannski ekki að kenna þeim algjörlega allt en samt sko, ég sit og ég get alveg
gleðilega sagt að ég skammast mín ekki fyrir að segja að vitandi að það svona mikil eldhætta hérna og þetta svo auðugt ríki að hérna að það hafi og með Silicon Valley sko upp norður hjá San Francisco þar sem að Google og Facebook og allt þetta þannig að þessi hérna, tæknifyrirtæki að það hafi ekki verið að sé ekki búið að láta meira í undirbúning fyrir svona eldhættu. Þetta bara í rauninni þetta smánalegt að hugsa sér til þess og fólk, og það svo hrikalegt að mannfólki þarf að missa til þess að læra og það mjög algeng hérna leksía því miður. Já. Því miður. Takk fyrir. Ég var að fá inn á borðið hérna auka spurningu. Ég var beðin að spyrja Hollywood Hills og Hollywood Boulevard. Getur hérna sagt mér eitthvað það? Þetta viðtal að fara skemmtilega í þær áttir sem að hérna, þetta að grafðirast mjög skemmtilega þetta viðtal en hérna þó að þetta sem kannski byggt á svona miklum harmleik á sama tíma en ég get sagt þér það Laufey mín að hérna þó að ég hafi verið örugg og ég búi hérna ég bý nokkrum boulevardum fyrir neðan Hollywood Boulevard sem sagt Hollywood hæðin bara beint fyrir ofan mig og hérna og ég get sagt þér það að ég var að labba inn í matvörubúð þetta kvöld sem eldarnir voru í gangi. Ég gat séð eldana hægra megin við mig, reykinn alveg sko strókurinn alveg yfir allan himinin og hérna og ég að labba inn í matvörubúð og heyri ég ekki í slökkviliðsbílanum núna sko fara upp götuna við hliðina á mér bara alveg brjálaðir, lít ég fyrir aftan öxlina og sé ég þá ekki bara Hollywood hæðina í báli. Þetta var svo surrealist, ég bara almáttur, ég var með í maganum, ég þurfti að ná mér í svona matvörur sem ég þurfti að muna eftir að ná í að því ég vildi eiga það heima og ég gat ekki hugsað skýrt inn í matvörubúðinni, ég bara að reyna ok, Hollywood hæðin bara að brenna meðan ég inn í þessari matvörubúð og ég gat ekki hugsað til þess bara þetta bara að gerast á bara allar skilti bara Hollywood skilti að fara upp í bál og hérna en hvað með allir húsin í kring og þetta svo nálagt húsum og bara þá byrjaði ég að panikera en Íslandingurinn í mér sko og líka vitandi að vindhættan var það sem að í rauninni sko það sem vindurinn gerði í Palisades var að blása bálinu og ekki bara bálinu til þess að breiðast heldur var vindurinn að blása glóðunum. Það glóðahættan sem að svo hérna skaðleg í svona eldum að glóðirnar að fara í þurrlendi, þurru trén, pálmatrén sem að alveg upp við húsin og út allt inn í bænum og glóðirnar að blása þess vegna sum hús, þetta svo skrítið í Palisades, það eitt og eitt hús þetta eins og stríðsvæði, svo eitt og eitt hús inn á milli sko. Það að því að glóðirnar voru að fara og kannski sleftu einu húsi sko og var þetta kannski bjarga eða fór ekki upp í bálið en þetta glóðirnar voru að fara út allt og svo kveikja glóðirnar í trjánum og trén kveikja svo í húsinu og hérna, en ég vissi þetta kvöld þegar ég sá Hollywood hæðina brenna að það engin vindur, það ekki spáð vindi akkurat núna. Bálið ekki stórt, þetta svona cirka 30 ekru núna, 30, fara upp í 38 þegar ég var að átta mig á þessu og ég fann bara alveg í maganum, nei, þeir muni geta tekið þetta út. Að því núna geta þeir farið upp með flugvélarnar og þeir bara taka þetta út. Þeir ætla ekki ég trú ekki að þetta muni verði eitthvað stórt, en þetta var mjög uggvekjandi og að því að tók svona nokkra klukkutíma að gera svæðið öruggt sko og við vorum tilbúna til þess að sko ég samt fann á mér af því að var ekki vindur og það hefði þurft vind til að blása glóðunum út í bæ ef að þetta hefði gerst Laufey kvöldið áður kvöldið áður þar sem að voru brjálaði vindar þá ættum við ekki Hollywood-hæðir við ættum ekki Hollywood bara ég að segja það glóðirnar hefðu farið út allt og bara kveikt í öllum húsunum. Það það sem var að gerast. Það var hús sem var að byrja að brenna þarna við hæðirnar og það voru svalur og ég sá það í sjónvarpinu, ég bara,
bara húsið að fara að brenna, það bara allar enginn að fara að slökka þessar svalir og svo kom einhver maður og byrja að slökka svalirnar og þetta var allt svona bara, maður verið að sjá hluti brenna og svo allt inn í einhver 2 hús í Studio City sem að hinum megin við Hollywood-hæðirnar sko. Og svo líka það sem svo sjúktlega að það fólk sem búið að vera handtekið fyrir að kveikja eld bara hist og her eitthvað bara random eða eins og maður segir svona bara eitthvað 60 ára kona bara handtekin einhvers staðar við hæðina og náttúrulega það einhver ákveðin level af sko andleri veiki sko sem að þarf til þess að vera að gera svo, inn í miðri eldhættu og miðjum eldum í raun og ég get sagt þér það Laufey að núna í morgun var annar eldur, ég var að fá skilabóð núna bara áður en ég fór inn í þetta viðtal að það eldur sem byrjað núna hérna í Ventura sem hjá Santa Barbara sem ekki svo langt frá Malibu og Palisades einhver eldur það byrjaði núna sem að breiðast hratt, ég var að fá það í símanum og í gær voru að Castaic Hill sem að fór upp og var komið upp í 5.000 ekrur sem mjög stórt svæði sem betur fyrir ekki nálægt húsum en hann var að brenna í gær sem upp inn í land hérna upp inn í land norður frá mér þannig að við erum bara í miðri bara meðan ég að tala hérna það eru eldar í gangi núna og nýjir eldar að kveikna en núna ég fann að hugsa með mér sko, fólk að kveikja þessa elda í alvörunni alveg af því að það ekki það mikill vindur og þeir voru að segja að það voru vindarnir sem að kveikti Palisades-eldin en þeir eftir að rannsaka þetta mér kæmi ekki óvart að kannski eitthvað af þessu væri kveikt af fólki og það náttúrulega level af sko eins og þingmaður sagði hérna Kalifornía þingmaður sagði það ákveðin staðir í helviti fyrir fólk sem að gera svona lagað sko. Já, einmitt. Þetta kannski svona veltir okkur svolítið yfir í hérna næsta umræðuefni sem hérna nýtt þar sem að hérna nýr forseti tók við völdum síðastliðinn mánudag. Hérna náttúrulega svona katastrófa gerist náttúrulega bara hérna rétt fyrir stjórnarskipti. Hvernig líður fólki með þetta allt saman? Ég ætla að vera svo frökk að segja að nú fórstu úr öskunni í eldin Laufey mín. Einmitt. Nú ég að tala við hérna Íslendingana mína og nú ætla ég að leyfa mér að vera bara frjáls í máli. Mér líður ekki öruggt að vera mjög frjáls í máli bara í samfélaginu í Ameríku eins og jafnvel þó að Kalifornía sé mjög demokratískt fylki og við erum með mjög sterkt fólk eins og fylkistjórn okkar mjög mikill demokrati og mjög mikill andstöðumaður Trump-ríkisstjórnarinnar allrar og ekki allra repúblana en flestra því að þeir eru svo meðvirki með þessu manni að það hálfa væri nóg sko. Man langar að senda allt þetta lið í 12% samtök bara. En heimurinn ekki eins og maður vill en hérna skal ég segja þér mér leið eins og hérna eins og það hef verið ráðist á mig heiftarlega 2016 þegar hann vann þá bjó ég í New York af því að þeir sem að vita að svona maður þetta í samkvæmt bæði samkvæmt dómsmálakerfinu sem er kannski ekki mjög mikið virt núna sérstaklega af repúblikánum hérna þá hann búinn að vera dæmdur fyrir glæpi fyrir skattaglæpi fyrir að hafa ráðist á konu hérna í New York og hérna reynda nauðginni og hann búinn að vera dæmdur fyrir þetta og við vissum alveg, ég bjó í New York í mörg ár, ég vissi alveg hvernig típa Trump var og hann þekktur í New York, en það sér það að New York eina fylki sem búin að gefa honum einhvers konar afleiðingar, taka hann fyrir dómstóla og fyrir réttastóla og ég bjó þar og ég mótmælti með öllu fólkinu sem fannst þetta svo hrikalegt að hann var forseti 2016 og því að fólk í New York veit hvernig típa hann búinn að vera að svindla fólki þar í áratugi og pabbi hans líka mismuna blökku fólki af einhverjum 4-7.000 íbúðum sem voru leigðar af fasteignunum sem að fjölskyldan hans það voru einhverju 4 eða 5 blökkufjölskyldur
af öllum sem að fenga að leigja og þannig að það er alveg þekkt það er þekkt í New York hversu mikil kynþáttahatari þeir eru. Ég ætla bara að vera beint út og þegar hann að tala núna og að fara á móti þessum innflytjendum og þetta var rosa loforð þegar hann var að bjóða sig fram til forseta núna, hann ekkert að tala hvíta innflytjendur, hann að tala litað fólk og það eitthvað sem að kemur fólki ekki á óvart sem að veit og þekki til hver hann hefur alltaf verið. Og líka bara og þetta samblanda af fólki sem að hlusta bara á Fox News sem unni bara tæki til propagandatæki til þess að gera fólk að svona sértrúa söfnuði í rauninni af því að heila þvottur eins og maður segir og þetta fólk þekkir ekki staðreyndirna, þekkir ekki sannleikann og trúir lyginni, hefur keypt lyginna en ef þú lítur bara á þá staðreynd að þegar hann tapaði fyrir Joe Biden 2020 þá var þetta náttúrulega svindl og demókratar svindla og allt þetta en þegar hann vann núna ekki eitt orð svindl akkur var það ekki svindl, akkur var ekki rannsakað ef að hann virkilega sannlega vann kosningarnar, ekki eitt orð þannig að þetta er svo brjálæðislegt allt saman þetta ekki fyrir hugsandi fólk að melta, þetta ekki fyrir fólk með hjarta og heila sem að virkar ágætlega að melta, það ekki hægt vegna þess að þetta svo brjálæðislegt, þetta svo klikkað þetta svo sértrúarsafnaðilegt þetta svo ég veit ekki hvað mun gerast Laufey mín, þetta bara í gangi hann forseti, að sætta sig við eitthvað þýðir ekki að maður sé sammála því, að sætta sig við eitthvað þýðir ekki að maður sé meðvirkur því, heldur ég þarf að sætta mig við þetta vegna bara fyrir geðheilsuna mína og líkamlega heilsuna vegna þess að 2016 og inn í COVID þegar hann var að stjórna COVID-inu og því öllu og ég var bara öskrandi á sjónvarpi og þetta bara og kona mín var bara bara þú verður að finna leið til þess að bara að finna andlega heilsu í þessu öllu saman að því að þetta hann gerir fólk klikkað en maður passa sig ekki vegna þess að helmingurinn af þessu landi og náttúrulega meiri hlutan af heiminum held ég sér alveg hvernig manneskjan og hvað þetta sjúkt þetta sjúkt, þetta alveg sjúkleg meðvirkni repúblikana hafa selt sálina sína þessum manni þetta svona Jim Jones karakter svona eins og sértrúarsafnaðar svona leiðtogi og það sem að fólk fylgir leiðtogunum sínum í dauðan þetta bara, og þetta fyrirbæri til staðar þetta andleg veiki að vera í sértrúarsafniði sem að fylgir leiðtoga inn í dauðan það sem að þeir beðum að taka eitur og svo slíkt og þetta hefur oft gerst Manson og Jim Jones og svo framvegis í gegnum söguna þetta svipað það sem að heila þvegið fólk og svo náttúrulega líka sem Trump gerir hann lofar og gerir lofur og gerir samninga bak við tjöldin og þannig að fólk að selja í rauninni selja æruna sína og selja gildin sín til þess að auðgast kannski eitthvað smá fattaru og selja skiluru samfélags það sem gott fyrir heildina bara fyrir sjálft sig, þetta svona hámark eigingirnina einstaklingshyggjunar, já og þetta sé maður náttúrulega ekki bara í Ameríku maður sé þetta bara það sem að fólk þetta andleg veiki að vera að eiga mikið og vilja meira og vilja svo ekki gefa tilbaka þetta hef ég aldrei, þetta sem betur fer ég ekki að segja ég sé fullkomin en ég veit að ég þyrfti að vera mjög andlega veik til þess að eiga billjónir og vilja meiri billjónir og líða illa yfir að þurfa að borga skatt af því sem ég á og sanngjarna skatta meðan samt vil ég eiga samfélag sem að hreinsa föti mín og þjóna mér á veitingastöðum og gefi mér ávexti ef ég fer á hótel og eitthvað slíkt og að skilja ekki að samfélagið það sem þarf stóðir samfélagið sem þurfa að vera til staðar til þess að fólk geti átt sér líf í samfélaginu sem auðugt. Já, einmitt.
ég skilði fullkomlega vel og en við langaði svona aðeins í lokina þegar við þurfum nú að fara að slíta þessu því miður, ég get tala við þig í allt kvöld en ég var aðeins að spá í sko, núna náttúrulega er hann tekin við og ég er svona aðeins að spá í bara nú var hann að undirrita einhverjar 50 tilskipanir sem að snúa helst að því að vega að réttindum kvenna og hinsegin fólks og fólks af erlendum uppruna. Hvernig líður fólki svona í þínu nærumhverfi með allt þetta? Veistu hvað? Ég get sagt þetta Laufey að ég hugga mig þar sko ég þarf mikið innra öryggi, það er bara vegna þess að bara alls konar sem ég persónulega gengi í gegnum það þarf ég mikið að innra öryggi og ég sem betur fyrir lært að öðlast það með tímanum en ég get sagt þér það ég finn ekki mikið öryggi í sko fyrsta lagi ekki ríkisstjórninni minni akkurat núna af því ég veit að það er sósíópati sem er forseti sem að er ekki færum að finna samkennd. Þú sást hvað biskupinn var að segja daginn í kirkjunni og hvernig hann brást við því að þetta er ekki eðlileg manneski sem að tala svona og brefst svona við. Þannig að við vitum að hann er sósíópati, hann er ekki færum samkennd og hann kemur frá hann var ólst upp í kynþáttafordómum. Við vitum það, pabbi hans var það. Rasistar, það er rasistar. Og þannig að það er svona býr í honum og náttúrulega fullt af fólki í ríkisstjórninni sem er það líka. Þetta land er byggt á rasisma. Að stela landi frá Indjánum og svo auðga sig á baki blökkumanna sem var keypt inn í þetta land, innflutt inn í þetta land og svo auðguðu þeir sig á bökunum þeirra og ans að borga þeim, skilurðu. Þannig að þetta land er byggt á arðráni og landráni og auðvitað kynslóð til kynslóða þá er náttúrulega fólk sem heldur þessu ennþá í húfi. Þannig að núna er komið, ég ætla að binda þetta allt saman inn í að svara spurninguninni, að skilja samt sögulega samhengið í þessu, er að það hefur alltaf verið undirliggjandi, jafnvel þó að hafi verið þróun í gangi og demokratar hafa verið við lýði og það er margt gott fólk í Ameríku, elska Ameríku og amerískt fólk, mjög hjartalít fólk, allavega það fólk sem ég þekki og hef nálægt mér, en það hefur alltaf verið undirliggjandi þetta, það var innanlandsstríðis, það civic war, sem að gerðist vegna þess að fólk vildi halda áfram að mismuna blökku fólki og vera ekki í jafnrétti með þeim og fólk sem var á móti því, skilurðu. Og svo Lincoln, og svo stjórnarskráin var búin til og það sem var reynt að búa til, government for the people, by the people, for the people. Og við erum búin að vera að reyna, Ameríka er búin að vera að reyna að lifa samkvæmt því, en það breyti í samt ekki að undirliggjandi var alltaf þessi rasismi, kynslóð frá kynslóð sem vilja ekki hafa þetta þessi stað, þeir vilja landeigendurnir og þræla eigendurnir. Þetta hugafar er ennþá þarna. Og þetta er það sem að maður sér í þessari hugsun sem að er í gangi núna, í þessari ríkisstjórn sem við erum með núna. Að þetta er búin að vinna kannski bardaga núna, en ég verð að hugga mig við það, Laufey, að stríðið er ekki algjörlega unnið af í rauninni þrælahöldunum sem að vilja bara það sem hvíti kynstofnin er aðri litaða fólkinu í rauninni. En ég get sagt að það búa í Kaliforníu og búa í Los Angeles, það er öryggi í því. Kalifornía mun fara í stríð, er búin að undirbúa sig mikið fyrir, eins og ég segi, með þessi eldavoru. Ég þakka Guði fyrir það að Biden var ennþá forseti meðan það var í gangi, en þú sást hvernig Trump brást við því. Þú gerði þetta pólitískt, hann sagði ekki einu orði, enda hann sósíópati, að bara engin samhug með fólki sem var að missa húsið eða missa lífið, ekki eitt orð, bara sína samhug, þessi forseti landsins. Þannig að þú sérð bara því að Kalifornía er ekki, hann býst við því að þurfa að vera glíma við Kaliforníu í sambandi við það að áætlunar sínar og plönin sín, skilurðu, að við munum ekki liggja niður, bara leyfunum að vaða yfir allt saman. Þannig að Kaliforníu er gott ríki að búa í gegnum þessa tíma, allavega enn sem komið er og borgin sem að ég er í. En þetta er
alveg eins og þið horfið á þetta frá Íslandi eða hvaðan fólki hérna sem að kausa hann ekki og sem að helmingun af þessu landi og væntanlega fleiri sem að fór ekki að kjósa því miður að hérna þeim að líða alveg eins og ykkur sem að horfa upp á þetta að hérna sem að vera að brjóta niður réttindi fólks og svo annars slíkt en það fullt af fólki sem að mun reyna að berjast á móti, ég meina það nú þegar 18 ríki þegar hann tók í burtu hérna fæðingarétt þeirra sem að fæðast inn í landinu sem að fæðast af innflytjendum eða ólöglegum innflytjendum sem að fæða börn hérna í þessu landi, það 18 fylki sem að lögsóttu þessa executive order sem sagt þegar hann að taka burtu þann rétt daginn. En þá hann að segja ég ætla að hafa dómsmálakerfið mitt hérna rannsaka ykkur alla sem að að lögsækja mig fyrir þetta. Hugsaðu þér. Þetta bara Putin bara kom í kaffibráðum. Þetta skemmtilegt. Það bara 1 dagur í einu Laufey. Ég get höndlað allt 1 dag í einu. Ekki 10 dag í einu, bara 1 dag í einu. Það get ég höndlað þetta. Já, það eru ágætt lokaorð held ég. Og hérna, mér langar bara að þakka þér innilega Rósa fyrir að hérna tala við mig hérna frá LA. Hérna og ég kannski fæ að hói þig aftur ef að hérna við þurfum að fá einhverjar innherjafréttir frá hérna Bandaríkjunum. Ekki málið, ég alveg mjög bara anytime fyrir þig Laufey mín, bara hvað sem Heyrðu, þetta verða lokin á rauðaborðin í kvöld. Mér hefur verið falið hérna að afkynna þáttinn en fyrir hönd allra dagskrárgerðarmanna hérna rauðaborðsins þakka ég öllum gestum fyrir komuna í kvöld og mér langar að þakka sérstaklega áhorfendum og áheyrendum fyrir samfylgdina og vil minna á að það hjálpar okkur mikið að fleiri vilja gerast áskrifendur að samstöðinni. Þið gerir það með því að fara inn á samstöðun.is og þar hnappur sem að heitir áskrift og þar hægt að gerast áskrifandi fyrir 2.500 krónur á mánuði eða meira ef að fólk vill. Og það einnig hægt að gerast félagi í Alþýðufélaginu og þá geristu einn af eigendum samstöðarinnar því að þetta samstarfsverkefni. Við minnum líka á að við erum á öllum helstu hlaðvarpsveitum, við erum á YouTube, við erum í sjónvarpi Símans á Rás 5 og við erum í útvarpinu á FM 89,1 þannig að það eiginlega ekki hægt að flýja að heyra efni samstöðurinnar einhverstaðar. En við bjóðum ykkur góða nótt og takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.